Mitt fyrirtæki heitir Daggeek og við erum samskipta- og meðmælasíða fyrir sérvitringa. Þar sem að fólk kemur inn og kortleggur hvernig það er, þar að segja hvað það elskar og hatar, finnur svo tvífara sína, fólk sem að sagan segir að er eins og það sjálft og notar það til þess að uppgötva í lífinu, til þess að fá meðmæli hvaða bíómynd á að sjá í kvöld og svo framvegis. Og það sem að þú gerir meðal annars þarna inni er að þú getur búið til svona sem við kallum passion-síður ákveðin áhugamál þín og nota það til þess að fá tekjur. Þess að setur inn svona söluhlekki og svo færð þú helming af tekjum á móti okkur, fyrirtækinu. Hugmyndin að Daggeek var upprunalega kom þannig að mig sjálfan vantaði svona leið til þess að finna bíómyndir. Ég lenti oft í því að vera að fara á einhverja blockbuster-myndir sem að almennt fólk í kringum mig fannst mjög gott og mjög margir voru sammála og voru frábærar og ég var alltaf að reyna að finna einhverja leið til þess að ég var semst ekki sammála, mjög oft, og var að reyna að finna leið til þess að sigta út til dæmis gagnrýnendur í blöðum sem að hugsuðu eins og ég, svona mjög ófullkomin leið. Og það sem við erum að gera er í rauninni bara nákvæmlega þetta. Bara meira kerfisbundið með miklu fleira fólk, að hjálpa fólki til þess að finna fólk sem að hugsa og er eins og það og ekki bara kvikmyndir heldur í rauninni hvað sem er. Markhópurinn okkar, eða þeir sem við erum að reyna að ná til er aðalega sérvitringar, það er að segja fólk sem hefur mjög sérstakar skoðanir og sjálfstæðar skoðanir. Fólk sem þarf á því að halda að finna tvífara sína. Þannig að ef þú ert til dæmis vanalega þannig að þú ert alveg ágætlega sammála fjöldanum, sama hvað það er, hvort bíómynd eða einhver listræn upplifun, að þá þarftu ekkert endilega á þess að halda vegna þess að þú ert yfirleitt í ágætismálum. En ef þú lendir oft í því að þú ert að reka þig á og þú ert ekki sammála því sem að fólki finnst almennt, að þá er þetta eitthvað fyrir þig. Þá erum við að hjálpa þér að finna aðrar manneskjur til þess að spyrja, til þess að komast að því hvað átt að vera að uppgötva í lífinu og hvað átt að eyða tímaðinum í að gera. Stuðningur við frumkvöðla á Íslandi er alveg frábær eftir kreppuna. Í okkar tilviki þá erum við til dæmis að við erum með styrk frá Rannís tækniþróunarsjóði upp á fína upphæð. Þetta eru háir styrkir sem að fást þar og dugar okkur til þess að geta verið með fyrirtæki með kannski 5-6 manns í vinnu ásamt reyndar öðru en það er það. Svo erum við með skal ég segja starfsorku sem er Vinnumálastofnun og Nýsköpunarmiðstöð. Það virkar þannig að þau niðurgreiða laun starfsfólks ef að starfsfólki hafði rétt á atvinnuleysisbótum áður en það kom inn til okkar. Og við erum að nýta þetta líka mjög vel. Og þetta tvennt til dæmis skiptir sköpum í okkar rekstri að hafa þetta tvennt. Svo erum við náttúrulega að borga lága leigu þar sem við erum í húsnæði Nýsköpunarmiðstöðar inn í Kvosinni og við erum líka við erum að sækja það að hafa rétt á því að fá endurgreiddan þróunarkostnað. Það er að segja alltaf 15% af öllum þróunarkostnaði gætum við fengið endurgreitt aftur. Þetta er svona umsóknarferli í gangi fyrir nýsköpunarfyrirtæki. Og svo þarf að auki fyrir fólk sem vill fjárfesta í okkur að þá getur það fólk dregið fjárfestinguna sína frá tekjuskattsstofni. Og þannig að það er mjög margt gott sem er að gerast fyrir nýsköpunarfyrirtæki, fyrir þetta bara hvað er skemmtilegt að vera í þessum bransa, þannig að það er almennt svona, það er bara stemming. Við erum inn í Kvos í Lækjargötu í frumkvöðlasetri Nýsköpunarmiðstöðvar og það sem að það fyrst og fremst gerir fyrir okkur er að það er bara svo skemmtilegt að vera í vinnunni. Og þá að sjálfsögðu smitast það inn í það hversu vel fólk gerir sína vinnu. Og það kemur til að því að við erum með svo mikið öðru fólki. Við erum með 5-6 manna fyrirtæki og svo eru kannski 10, 12, 15 fyrirtæki á hæðinu okkar sem eru þarna með okkur, 20-30 manns eitthvað svoleiðis. Og það er fyrst og fremst það sem að er gott versus það að vera kannski miklu færri á einhverjum afskekktum stað. Þannig að
Þannig að þetta skiptir mestu máli og svo náttúrulega erum við bara á fáránlega skemmtilegum stað niðri í Lækjargötu. Fundarherbergið okkar horfum út á Tjörnina, þannig að það er allt gott það að segja. Framtíðarsýn Dagig er að halda áfram að vaxa og að græða og að gefa hlut af þeim gróða helst í svona málefni sem að tengjast okkar konsept, okkar svona háleitari markmiðum sem er að hjálpa fólki að skína, að vera svona sinn innri nörd og geek og vera óhrædd við að vera það sjálft. Og fyrst og fremst að hafa, síðast en ekki síst öll heldur, að skemmta okkur í vinnunni.